Hjátrúðsátturinn eini sanni hér á útvarpi sögu klukkan orðin 2 og rúmlega það. Við erum komið með góðan gest hingað í stúdíó til okkar og hann kannski skemmt á því að segja að þetta fyrsti hvern gesturinn okkar. Já. Við höfum bara alltaf verið með karlmenn hérna. Já, hérna. Þannig það bara hlammingi með það. Kæra þakkir. Já. En já, það er svona Díana Lind Monsson, er það ekki? Jú. Og að þú nú já, svona ágætlega þekkt með þess að vera páfagauka svona fræðingur. Jú, ráðgjafi. Já. Það eru margir sem vilja endilega kalla þetta sálfræðingur en það er nú, held ég verndað starfsheiti, sko. Já, páfagauka sálfræðingur. Já. Það hljómar held ég áhugaverðara, ég held að það sé þessna sem fólk notar það. Já. En þetta er líka fyrst sem eru með dýr í stúdíóinu, annað en menn, og þegar þú komst með þennan flotta páfagauk hérna, African Grey, er það ekki? Jú, það passar. Og að líta að segja allavega akkurat núna. Já, þetta er hún Embla, hún er 2,5 árs og hún svona situr á búrinu sínu og er að skoða þessa myndar menn hér og þessa ógnvænlegu mikrofóna. Já. Hún beit mig aðeins aðan. Já, en það er vennjast að það. Já, hún getur tekið undir það, hún beit þig. Já, og ég er nú búin að opna líka hljónumann fyrir Emblu og Embla er líka komið með hljónumann Embla. En ef hún fyrir eitthvað að tala þá bara heyra hlustendur það. En já, þegar ég hafði samband við það og baði nú að kíkja að spyrja hvort þú vildi kíkja í vitar, þá er ég náttúrulega ekki hugmynd það að þú ert líka alveg að fylla í söng og... Já, ég er heilmikil tónlistarmaður. Það er búið að vera nóg að gera. Ég er bæði í hljómsveit sem heitir Lady D and the Soft Tones. Já. Og svo er ég líka í söngtríói sem heitir Confect. Við erum 3 stelpur á Suðurnesjum. Já. Og það er náttúrulega búið að vera ljósanótt og svo leist, þannig að við erum búin að hafa nóg að gera. Já. Og svo er ég tónlistanámi líka, þannig að ég er yfirleitt önnum kafin við eitthvað skemmtilegt. Já, þú ert bara alveg í öllu. Já, eiginlega. Já, en óbáslega gaman að Emblu, hún alveg fylgist grann með okkur. Já, hún er að koma sér fyrir. Já, þetta er svona, er það ekki, hún er svolítið áberandi skemmtilegur fugl. Hún er sérstaklega skemmtilegur fugl, hún spjallar alveg rosalega mikið og ég hef aldrei verið innan African Grey sem er svona snöggur að læra. Já. Ég tók eftir því að hún hefur sérstaklega gaman að því að segja allt sem inniheldur S. Já. Hún er svo sæt, hún er svo fín, segir hún. Þannig að ég ákvaða að reyna að kenna henni að telja. Já. Þannig að ég var að telja 1, 2 og láta henni að stíga. Já. Og svo tók ég eftir þessu með S-ið, þannig að ég reyndi að kenna henni að segja 6. Já. Og ég byrja á þessu, á degi 1 og svo á degi 2, þá er hún eitthvað umlá. Ég heyr hún að gera S, þannig ég reynir svona, maður reynir alltaf að móta hlutina, að taka eitthvað sem er til staðar og reyna að búa til eitthvað úr því. Þannig ég segi við hana 6 og hún alveg leita á mig og þá snúa þeir höfðinu svona og horfa á mann með öðru auganu. Eins og nákvæmlega hún gerir nákvæmlega núna. Einmitt, þá er þeir að fókusa á mann, Já. Og ég segi eftir 6 og hún leita á mig og sagði 6 og hún læriði bara að segja 6 á 1,5 degi. Já, það er bara eins og ég er búin að lesa mikið sérstaklega þess að tegund á internetinu að því ég nú að fara að fá mig svona fugl núna í janúar eða februar. Ég var bara að bíðlista og bíð spenntur eftir að geta fengið eitt svona yndislegan fugl. Já. En þetta er bara gáfaðasta fuglategund í heimi. Já, hún er það og það er oft talað að páfagaukar hafi gáfur á við 2 ára gömul börn eða 5 ára gömul börn. Já, ég meira heilt 5 ára. Já, það er þeir tala tilfinningaþroska á við 2 ára og greindarþroska á við 5 eða öfugt. Já. Og maður má ekki taka of djúpt í árinni þegar, þetta er náttúrulega bara samlíking að því leitinu til að þeir geta leyst verkefni, á við. Og vitundin þeirra er mjög svipuð. Þeir hugsa allt út frá sjálfum sér. Já. Þeir hafa engan skilning á því að það komi sér illa fyrir þig að þeir gargi ofan í, uppáhalds sjónvarpsþáttinn þinn og svona því að þeir hugsa bara það sem ég vil og ég þarf og mig langar. Já. Og þannig að við meðum alls ekki, persónu gera þá sem börn þó að þeir hafi þessa gáfur. Nákvæmlega. Ég verð hins vegar að segja, ég á Amazon fugla og þeir eru rosalega svipa byggðir. Þeir eru með svona voldugan gogg og stuttan háls og stutt stél og eru mjög svipaðar að stærð. En mér finnst þeir ekki gáfaður á sama hátt og African Grey. Nei. Ég verð að segja að mér finnst African Grey alveg sér á báti
með þetta. Þeir eru óbúslega íhugulir, Já. veist, og hægir sig og velta hlutunum mikið fyrir sér og taka tilverunni svolítið alvarlega. Já. Á meðan ég myndi segja að Amazon-fuglar eru meira svona fiesta-fuglar, þú veist, og þú veist, og ekkert að taka hlutunum alltaf alvarlega, þannig að þeir svona, þú veist, þetta eru gjör ólíkir karakterar. Já. En mér finnst svona þessi eftirtekt ekki eins mikil hjá Amazon-fuglum, eða ekki eins mikil, hún allt öðruvísi, myndi ég segja. Það eru svona eins og segir, svolítið svona varanums og eins og núna, þetta ekkert fuglar sem eru að garga út í eitt. Nei, það fer reyndar eftir fuglum, sko. Já. Því að svo fæ ég til mín, ég á góðan vin sem heitir Jakob, hann er líka African Grey. Já. Og hann er svona svolítið dæmigerður karlfugl. Það eru til ákveðna týpur af fuglum og hann er svona þessi styggi ákveðni karlkyns African Grey. Já. Og hann hikar ekki við að bíta, sérstaklega mig, út af því að hann veit hvað ég gerir stundum. Það er að snirta vængina og neglurnar og svona. Já, já. Þannig að hann er svona svolítið að láta mig vita að hann hafi alveg valdið í gognum og hann tekur svolítið vel á mér. Já. En við erum samt vinir, við já. höfum voða gaman að hverju öðru og hann hefur meira áhuga á hljóðum meira áhuga á hljóðum heldur en Embla, hann talar opaslega mikið líka, en hann er meira að gera umhverfisljóð heldur en hún. Já. Og þá er það, þú veist, örbylgjuofn og öryggiskerfi og trukkur að bakka og það er bara eitt allsherjar malfunction, rafmagnstækja malfunction á heimilinu þegar hann er, þú veist, þannig að það er alls konar píp og íl og símahljóð og svona, þannig að þú veist, þessi hljóð geta alveg farið fyrir brjóstið af fólki, sko. Já. Og þeir velja ekkit alltaf fallegustu hljóðin til að þykja áhugaverð. Nei, skal alveg trúa því, en það er svolítið, segð mér að slíka frá eins og núna þegar ég fá mig svona fugl í janúar eða februar og ég nú var bara að pæli er skiptið máli hvort maður velur sér karlfugl eða kvenfugl? Það eru náttúrulega misjöfn karakter einkenni, sko. Já. En ég veit ekki, kvenfuglarnir geta oft haft svolítið sterka náttúru til þess að, þú veist, að aðfara verpa og svoleiðis. Já. En ég myndi ekki segja það sé endilega svo rosalega sterkur munur á, þú veist, út af því að fuglarnir eru svo einstaklingsbundnir, sko. Já. Og það fer líka mjög svo eftir tegundum, þú veist, eins og minni fuglarnir að þá geta kvenfuglarnir einmitt haft óbúslega sterka náttúru og mjög sterka þörf til þess að fjölga sér, þú veist. Og karlfuglarnir geta verið mjög skemmtilegir út af því að þeir eru að sína sér svolítið svona til þess að verða sér út maka og svoleiðis og þá geta þeir verið mjög interaktífur og skemmtilegir. Já. En ég myndi segja að það væri allir gangur á þessu. Þetta eru svo óbúslega mikil karakterar hver og einn einstaklingur. Já. Að ég veit ekki hvort það sé svo svakalega mikil munur. Nei, ég var með það pæli að fá mér karlfugl. Ég hef heyrt meira að þeir væri svona meira fyrir að láta gæla við sig og við erum hjá fólki og svona, það kannski skiptir ekki hindilega máli. Nei, ég myndi ekki segja það. Ég held að sko, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf spurningum erfðir versus umhverfi, veist, og þetta fer rosalega mikið eftir uppeldi, veist, og þú ert í svo frábæra aðstöðu að fá fugl alveg frá byrjun, veist. Það er alveg meirháttur, þó að það sé mjög skemmtilega áskorun líka að kynnast fugli með fortíð, sko. Já. Þannig að ég legg opaslega mikið upp úr því við fólk sem er að fá sér fugla að reyna að komast að eins miklu og það getur, þú veist, fuglinn sinn. Algjörlega. Þú veist, á hversu mörgum heimilum hefur hann verið, helst að vita hvar hann hefur verið. Já. Og eins bara, ef að þú getur haft samband við það fólk, þú veist, hvað þekki fuglinn, ef að það gafst upp að fuglinum af hverju, þú veist, var hann látin fara og svo framvegis og þá getur maður að lesa miklu betur í alla hegðun og skilið betur hvað býr að baki og svo les. Já. En, hvenær fórstu það svona sjálfa að hafa áhuga á fuglum? Ég verður að segja, sko, ég fór eiginlega út í fugla af illri nauðsyn. Já. Vegna þess að ég hef alltaf verið svakalega mikil dýrakona bara frá því ég var krakki. Já. Og átti alltaf ketti og þegar ég fór í sveitina þá yfirlega eldi mig kind og hestur og hundur út allt hvert sem ég fór, sko. Já. Og það var einmitt, gert grín að mér einhver tíman að ég satt bara tímunum saman úti með 2 hundum á bænum og svo kem ég inn og fólki segja, já, hvað segirðu, það spjalla við hundana
og ég svona var pínu feimin út af því að þau svona, mér fannst þess að var að gera grína mér, ég skildi ekki alveg hvað þau voru að fara, vegna þess að ég bara varði ekkit verið við og ég hefði verið að tala við hundana, þú veist, þá hefði ég verið að spjalla við þá, en svo fór ég að fá ofnæmi fyrir köttum og svo urðu það hundar líka og svo urðu það hestarnir og þannig ég fór að fá ofnæmi fyrir bara öllum loðnum dýrum. Já. Þannig að ég var bara dýralaus í mörg ár en ég hefði bara alltaf svo sterka þörf fyrir svona stennan félagskap sko. Þannig að þá heyrði ég af Tjörfa með handfóðraða fugla. Já. Og hafði svolítið áhuga á því að það aldrei pælt í því að það væri hægt að ná einhverjum svolítið tengslum við fugla. Maður sá það bara í búri og þess. Þannig að ég fór að skoða það og vonast til þess að ég gæti haft fugla því að ég gæti ekki haft önnur dýr. Já. Og það bara kom í ljósa, ég átti svakalega samleið með fuglum og þá var eiginlega bara ekkert aftur snúið. Nei. En gætir ekki verið í fullri vinnu allan daginn við að þjálfa eitt fugl þessuna? Jú, ég held samt að það væri bara ekkert gott fyrir fuglinn endilega að vera með manni allan daginn í þjálfun. Því að þá geta hann orðið svo rosalega háður manni. Þeir verða nefnilega, því að þeir eru yfirleitt einkvænisfuglar og því meiri tíma sem að þið eyði saman því svona sjálfsæðara og eðlilegra verður það fyrir fuglin að vera með þér. Já. Og þá getur hann færið að upplifa sig bara eiginlega ófullkomin án þín, veist, og það stendur engin manneski undir þeirri ábyrgða að vera allt sem fyrir eina skepnu eða svoleiðis, veist, við munum alltaf bregðast því hlutverki. Það er líka það raunir manneski held ég. Já. Er eitthvað með sín svona embla vilja að koma til því? Hann langar alveg til þess. Prófa að setja. Já, svona. Hún býr til örgis en hún er búin að skríða á hendina. Hún vill örgla skriða upp öxina þér. Nei, hún er ekki mikill öxl. Er það ekki? Nei. Ég er rosalega ánægð með eigundurna sem að hún var hjá að þeir voru ekki venjana á öxlina. Nei. Og ég held að það borgi sig vegna þess að það bara, þú veist, þessir fuglar eru af þannig stærð að það sem liggur við höggi er augað á þér eða kinnin eða nefið, þú veist, ef að þeir það er náttúrulega að smakka hún er að skoða bara hún er alltaf komin upp á öxlina og hún er rökka núna. Þetta er voðalega róandi, hún er búin að skrifa öxlina mér og svo byrjar að tala liggur vel höggi við já, einmitt, þetta er mjög traustvekkjandi. Það horfa aðeins í hínáttina. Ég hef ekki reynslu af henni öxl, það getur vel verið að hún sé góð, sko. En að það bara stundum þeir tjá sig náttúrulega með gognum og þeir gera sér ekkert alltaf grein fyrir því að, þú veist, að það er ekki hægt að eiga samskonar samskiptum við andlitið á okkur eins og annan fugl, sko. Já. En ég hef hins vegar, þú veist, Amazonfugl sem heitir Salka og hún er mjög mikill öxlarfugl og hún er bara þannig og það ætla ég ekki reyna að breyta henni og ég treysti henni fyllilega á öxl, þú veist. Já. Þannig að ég er alls ekkit eitthvað ofbáslega á móti því að fugla sé á öxl, sko. Nei. En nú er embla komin inn að næstu upp á öxlega mér. Hún er mikið að fylgjast með viftunni sem er fyrir aftan hana. Já, heldur hún trufla hana? Nei, bara fangar aðteklina þess. Já. En ef þú hefur verið að þjálfa og hjálpa fólki við að svona ala upp fuglana. Já. Fólk er oft sko svona, ég er eiginlega mestmegnis að þjálfa eigendur frekar en fugla. Já. Má í raun og verið segja sko, fólk maður upplifir fugla oft svo brothætta og fólk er oft svo óörugt með hún að bjóða þér að klóra sér, hún er svo græsin svo niður. Já. Að fólk er oft svo smeygt það er óörugt með hvað það má gera og hvað það á að gera og svo framvegis og þorir ekki að hafa sér stað, þú veist, er jafnvel óörugt, það ítir undir að fuglinn bíti jafnvel, þú veist, út af því að hann er óörugg líka, skinnir þetta óöruggi og þá vaknar oft hræðsla hjá fólki því að það er ekki gott að vera bitin. Og þá kem ég í raun og veru inn og útskýri bara hvernig fuglinn upplifir allar hreyfingarnar, ég útskýri hvernig fuglinn sendir okkur alls konar skilaboð með líkamannum og og í raun og veru bara veiti innblástur, lít ég svo á sko, því að fólk það verður svo ánægt þegar það veit hvernig það má nálgast þetta og svo framvegis, það verður svo spennt og ánægt að fara að vinna í þessu og virkilega kynnast fuglinum sínum, flest. Þannig að og svo mynda ég oft mjög svona löng tengsla svoleiðis, ég er í samskiptum við, þú veist, sömu fjölskyldirnar lengi og
þú veist, og hef einmitt, það er ein fjölskylda sem að ég hef verið í samskipti við lengi sem að á einu tímapunkti ætla að láta fuglum frá sér, þú veist, og þau kölluðu mig til og þú veist, og báðu mig að vera með í, þú veist, þessum vangaveltum hjá þeim og svoleiðis og ég náttúrulega mælti með því að þau gæfu fuglinum lengri séns, því að þetta eru varkárdýr, þetta eru tortryggindýr, þetta er bráð í náttúrunni og þeir verða að vera varir sig. Já. Þannig að ef að maður gefur þeim tækifæri til þess að koma sér fyrir og ef að maður líka samhæfir svolítið sko líkamstjáninguna sín og alla framkomuna þannig að þú sért ekki að senda röng skilaboð og vekja ótta, að þá fer hann að koma sér fyrir og blómstra sko, en það bara tekur tíma. Þannig að fólki vantar oft bara hughreysingu og hugmyndir og leiðbeiningu og það hefur gefið rosalega góða raun sko. Já, svo sá ég einmitt svona kannski þessu tengdu með þegar fólk eru að láta fuglana frá sér. Já. Og sá ég nú á netinu frá þér myndband sem þú gerðir út í útlöndum. Já. Man nú ekki hvað hét? Já, þetta var páfagauka athvarf sem heitir Mollywood. Já, Mollywood, já. Já. Og þetta var svona heimili fyrir páfagauka sem að fólk var búið að gefast upp á hreinlega. Já. Og langflestir páfagaukar, algengasta tegundin þarna inni voru kakadúar og arar og það er alveg ástæða fyrir því. Þetta eru óbúslega stórir fuglar, þeir passa illa í hefðbundin heimili því stærri sem fuglinn verður því herri eru öskrin og hljóðin. Já. Þannig að það er oft óbúslega erfitt fyrir venjulegt heimilishald að umbera, þú veist, rykið og hávaðan og oft, þú veist, er fólk ekki með nógu stór búr, þú veist, út af því að kannski húsnæðið býður ekki upp á stærra búr. Já. Og það náttúrulega hefur áhrif á fuglinn ef hann fær ekki næga hreyfingu og, þú veist, og næga örfun í raun og veru og þá endur við oft í bitvandamálum, öskurvandamálum og svo framvegis og fólk bara ræðir ekki við þetta, þess. Þannig að ég er svona svolítið þeirra skoðunar að þessi stóru kakadúar og þessi stóru arar, þeir hefðu bara átt að fá að vera í trjánum áfram, við hefðum ekki átt að vera plokkað á úr trjánum og setja það í búr sko, því að bara svo rosalega erfitt að skapa þessar kjör aðstæður, þess. Já, fólk náttúrulega gerir sér ofta ekki grein fyrir ábyrðinni af dýrum. Alls ekki. Og það eru náttúrulega líka bara margir hundar sem eru óþolandi og eru pláa fyrir nágrunum svona. Já. Það er ekki hundurinn, það er náttúrulega bara af því að sá sem á hann, sinnir honum ekki, elur hann ekki upp, kennir honum ekki að skýta ekki í garðin hjá nágrunum eða ráðast á krakka nágrunum. Og bara kakadúar sem dæmi er líka bara svo villandi, elskutnar, að þegar þú hittir hann í dýrabúðinni þá er hann, hello, hann er oft með opaslega mjúka rödd og svo er hann svo mjúkur og vill láta klappa sér, knúsa sig og svona. Já. Og þannig að þú náttúrulega hver verður ekki ástfangin, þú veist, þeir eru gullfallegir og svo kelnir, ferðu með það heim. Þeir skilja ekki að þú þarft að vinna, þeir skilja ekki að það er líka annað fólk og þú þarft að sinna því, þú veist. Þannig að þeir skilja ekki alltaf, ef þú sérð kakadú út í náttúrunni, þá eru þeir sko tugum og hundruðum saman og þetta eru bara eins og hvít ský. Hugsið ykkur líkamlegu nándina sem þeir upplifa þegar þeir eru hluti af svona stórum hóp. Og þetta þurfa þeir ennþá þegar þeir koma til okkar. Já. Þannig að þeir verða yfirlega ofháðir einni mannesku og fara svo að ráðast á alla hina. Það er klassískt dæmi líka. Og þetta eru það stórir fuglar að ef hann er að ógna þér eða þykist ætla að býta þig, meira segja ég er þér hrætt út af því að þetta er svaðalegur goggur sem eru á þessum dýrum. Þú veist, þannig að og leið og þeir finna að þeir geta stjórnað, ég meina ef við finnum að verkfærið okkar virkar þá beitum við því ekki rétt. Jú. Þannig að þú veist að fólk svona, það fær eina hugmynd í dýrabúðinni og svo tekur allt annar raunveruleiki við sko. Já, hann er spenntur að fylgjast með henni en emblum bara, maður dættur bara alveg út. Já, hún beit mig aðeins á þann í kynnin en bara svona laust. Já. Bara svo smakka. Já, þeir eru nefnilega sko að skoða, þeir eru með fullt að taugandum í gognum og nema ótrúlega áferð og þetta er að sjá sko stundum er Salka á öxlinni minni og hún snirtir á mér augnhárin af því líkir bara nákvæmni að það er alveg hreint magnað sko. Já. En þetta verkfæri nota þeir við svo ótrúlega margt sko að nota þetta í samskiptum, þeir nota þetta við fæðuöflun og við leik og þetta er líka eins og þriðji fóturinn, þeir nota þetta við að ferðast og svo framvegis, þannig að þeir hafa alveg ótrúlegt vald á þessum gogg.
Maður hefur séð náttúrulega oft svona einhverjar sýningar eins og í dýragörðum þar sem verið að sýna hvað páfagaukar geta alls konar trikk, alls konar sem þeir geta lært og svoleiðis. Þetta eru náttúrulega þræl gáfuð dýr. Já, og þeir eru óbúslega næmir fyrir orsök og afleiðingu og það er það sem að þessir þjálfarar eru að gera. Þeir taka hegðun, þeir koma auga á hana og þeir gefa merki, smell eða klikk eða svo leist til þess að fuglinn gerir sig grein fyrir því að þarna hafi eitthvað, hvaða hegðun hafi verið að sækjast eftir. Já. Þannig að hann heyri klikk, fær verðlaun, þá hugsar hann, já, býtu alltaf þegar ég lyfti fætinum upp, eins og ég sé að heilsa, þá kemur þessi smellur og svo fæ ég nammi, þessi næmni fyrir orsök og afleiðingu sem er einmitt önnur vísbending greind, að það á sér stað líka á heimilinu. Fuglinn stendur á prikinu sínu og gargar. Og svo kemur eigandinn. Hvaða læti eru þetta? Ekki þennan hávaða. Fuglinn skilur ekkert að það sé þetta kvart undan hávaða. Hann hugsa bara, hei, ég stóð hérna og ég var að garga og svo kemur eigandinn minn og er með brjálaða sýningu, er opaslega svona eitthvað uppveðraður og þá hugsa hann, ég veit hvað ég gerir næst. Ég bara garga og það kemur hann. Börn gera þetta nú oft líka þeir vilja athygli alveg hreint og þeir þjálfa mann á nóinu og þeir eru oft að átta sig á hegðunar mynstrinu okkar löngu að þeir að við kveikjum á perunni þannig að en ég komi mitt á heimilið þar sem að fugl var óbúslega illa plokkaður og fólki bara þjáðist í sálinni sinni að horfa upp á þetta og svo byrjar hann að toga í sig og reyta sig og hvað gerðist ekki? Fólki, bara heimilisfólki, safnaðist saman á búrinu. Æ, hvað ert að gera? Ekki gera þetta. Þá náttúrulega, ég plokka mig og ég fæ svona svakalega athygli, Og fuglinn byrjaði ekkit endilega að plokka sig til að fá athygli, en plokki getur byrjað út af einhverju vægri húðsýkingu, Því klæjar, þú byrjar að plokka, svo verður þetta ávana og heldur áfram að plokka. Svo tekur eftir því þú færð athygli þegar þú plokkar, þannig að þetta heldur áfram að plokka. Ég hef með heyrt, allavega með aðferðingar greið til dæmis, eða leiðist að fara þar að plokka sig. Já, og það er einmitt þarna kemur að þér, verðandi fuglafóreldri, herra minn. Já. Það er þetta getur oft verið ef að foreldri hefur plokkað sig, þá er fuglinn líklegri til þess að plokka sig. Já. Ef að foreldri hefur plokkað ungan sem er mjög algengt þá er hann líklegri til að plokka sig en hins vegar ef að fuglinum er ekki kennt að hafa ofana fyrir sér, ef honum er ekki kennt að leika sér að dóti, vera einn í búri og svo framvegis að þá, hvað á hann að gera þegar hann stendur á prikinu sinni í búrinu, jafnvel með ekkert dóti eins og hjá mörgum fuglum jafnvel í ofleitlu búri, þá andar með svona, klóru sér eitthvað í haustnum, svo, já, er svolítið þurr í húðinni, því að ég bý á Íslandi og það er rosalega þurrt loft inni, að þá fara þeir kannski að klóru sér aðeins meira og svo fara þeir að bara fikta í, eða þá náttúrulega þeir líka eyða miklum tíma í að snirta sig. Já. Og ef þú hefur ekki neitt annað að gera en að snirta þig, þá endar með að snirta þig of lengi. Já. Þá getur þú farið út í það að ofsnirta þig, tyggja fjaðrirnar, klippa fjaðrirnar, toga þær úr, svo er nefnilega alls konar ofsnirti hegðun misjöfn, Þetta er rauninni minni mikið á menna, því að í rauninni það sem að þetta sem þú ert að tala minni á er kannski svona anorexíu vandamæli mörgum stelpum, að þetta er oft líka athygling, að þetta er kannski vanrækta stelpur eða eitthvað og svo byrja þær að svelta sig eða eitthvað svona og það snýst allt heimilishaldið síðan að láta þær borða og eitthvað svona og þær halda þær áfram og í rauninni snúa allu í kringum. Já, og bara út af því að þetta eru vitsmunaverur og þetta eru tilfinningaverur, að það geta verið svo margir orsakaþættir sem að stuðla að þessu eina vandamáli, það getur sprottið út af einu en haldið áfram út af öðru. Þannig að, og eins og þið sjáið Emblu, hún er pínu svona tuskulega á bringunni. Ef þið skoðið fjaðrirnar hennar þá sjáið þið að þær enda frekar í vaff heldur en að enda rúnaðar. Það er út af því að hún er búin að klippa framan af þeim. Já, hún gerir það sjálf bara? Hún gerir það sjálf. Já. Og það er erfitt að brjóta þetta upp, en svo þarf maður líka að passa að það eru svo margir sem að, eiga fugla og þeim finnst að þeir eiga að vera að gera meira fyrir þá. Þeir eru að plokka sig og þeir geta vakið, fuglarnir geta oft vakið neikvæðar kenndir hjá eigandanum. Þeir geta vakið upp samviskubit, ég er ekki að gera nóg, ég hef ekki nóg mikinn tíma,
þeir geta vakið upp einmitt líka samviskubit og hann að plokka sig, hann hlýtur að vera óhamingjusamur. Já. Við verðum bara að horfast í augu við þá staðreynd að sumir fuglar plokka sig. Já. Það ekki ákjósanlegt en það engin dauðadómur, þú veist. Sumir fuglar bara plokka sig og við getum ekki lagað það, við getum reynt að hafa áhrif á það, þú veist, en það ekki alltaf hægt að laga það og rétt eins og maður með sykursýki ekkit óhamingjusamur maður, hann þarf bara að glíma við ákveðið ástand, þú veist. Þetta útvarpsþátturinn hinn eini sanni hér á útvarpi Sögu Gunnar Ásgeirssonar Rökkvi Vésteinsson hér með ykkur og við erum með mjög skemmtilegan gest í heimsókn Díana Lind Monsson og hún bæði mikill fuglasérfræðingur, páfagaukasérfræðingur og svo er hún líka tónlistakona og hún svona að gera sig klára til þess að flytja fyrir okkur hérna lag í beinni útsendingu. Hún búin að tengja hérna gítarinn sinn og bara tilbúin. Hvaða lag ætlar að taka? Þetta lag heitir Turn Away From Your Love. Ég svo hryllilega romantísk að ég einhvern veginn læt aðra heimspekilegar lagasmíðar. Já. Þetta brennur á alla verum. Já. Spurning hvort ég að vinda mér í það? Já, bara gera svo vel. Það ekki. Standing out on the corner up on your street, looking out for you when you coming round, yeah. I need to see you, need to catch a whiff of your air, yeah. Staring out of my window, waiting for you to come. Been so long since we had one of our moments. I gotta have you, gotta get a taste of your kiss, yeah, yeah. How was I supposed to know that I get this carried away? Oh yeah, yeah, yeah. I've been losing sleep, oh, sleeping all day. I gotta turn away from your love, sweet loving, before I lose my mind. I'm running out of time. Oh. Turn away from your love, turn away from your love, sweet love, and turn away from your love. Ooh, darling, turn away from your love, yeah. Oh, yeah. I gotta look out for me, oh, yeah. So I'm setting you free, yeah. Your kind of loving is much too high, yeah. Much too rich for me. 1, 2, 3, 4. Ooh, yeah. Oh. Turn away from your love, turn away from your love, sweet love, and turn away from your love. Ooh, darling, turn away from your love, yeah. I gotta look out for me, so I'm setting you free, yeah. Your kind of loving is much too high, yeah, yeah. Much too rich for me. Ooh, oh. Þetta var glæsilegt. Takk. Var Embla að flauta pínu með? Já, hún var nefnilega farin að flauta þegar hún var að spyrja að syngja. En ef hlustundu vilja eitthvað koma inn í þessa umræðu og spjalla aðeins við hana Díönu til dæmis páfagauka og eitthvað sem þið tengt, þá síminu þetta 588-94. En eru fleiri lög væntanlega frá þér? Og það sem heilt safn af lögum? Já, það svona bara, þeir eru nýfarin að vella upp úr mér, þessi blessuðu lög. Já.
og ég tengi það svolítið mikið við flutningana mína hérna í Reykjanesbæ. Já. Og því að það eitthvað við orkuna þarna, það er opaslega góð orka, maður alveg við sjóinn og svo mikið víðsýni og hreint loft og maður einhvern veginn sko, allar neikvæður hugsanir, það bara einhvern veginn fljóta frá manni leið maður stígur út sko. Þannig ég semslatta lögum á Reykjanesbrautinni. Það ekki stort gap í tónlistabransan þar eftir að Leon sí flutti til útlanda? Jú, það alveg, alveg spurning. Já. Nei, þú fer nú ekki að semja lögum gummi, dúkkur, upplásnar og svona. Nei, ég segi það ekki og ég hugsi ég myndi ekki láta sjá mig í slíkum búningum heldur við myndbandagerð. Nei. Págaukarnir myndur ekki að gata á svona. Já, einmitt, það myndi ekki stuga lengi á mínu heimili, sko. Nei. En þú átt annan págauk líka sem að, ég var búin að sjá myndbanda á netinu þar sem þú ert að syngja fyrir fuglinu og þegar tekur undir Salka. Já, hún bara sidekickið mitt, sko, þú veist, ég var að spá í því daginn, því að það er mörgum sem þykir einkennilegt að ég hafi keypt mér íbúð og hafi viljað sérherbergi fyrir fuglana mína og að ég skuli eiga 5 fugla, þú veist, fólki finnst þetta einkennilegt. Og ég var að velta fyrir mig, hvað það sem ég að sækjast eftir? Þegar ég var lítil, þá ólst ég upp með Disney-myndir, sko. Já. Pabbi minn var bandarískur hermaður, þannig að við máttum fara upp á völl og ég átti allar Disney-myndirnar áður en að þær svona urðu vinsælar hérna, sko. Já. Og uppáhaldsmyndin mín var Öskubuska. Og ég veit ekki hvort þið hafið séð hana, en það atriði þar sem að fuglarnir og mýstnar að sauma kjólhandinni og hún að syngja og í styrtu og eitthvað svona. Og vitið, þegar ég kem heim og þá kem ég, Díana komin og þá bara alveg bara fullt af fuglum og dýrum, þess að bara dyrka mig. Já. Og ég áttaði mig á að þetta bara Cinderella syndróm, sko. Já. Myndi einhvern veginn ekki átt krakka fyrir öllum þessum dýrum eða blanda þeim inn í hópinn? Já, blessaðurstu. Þeir reyndar fuglarnir friða þörfina mína til þess að annast eitthvað og svoleiðis, þannig að ég get slegið því á frest lengur sem að svona, það sem ég myndi helst vilja. Ég myndi svo gott að lifa lífinu og myndi svo gaman að vera til. Mér finnst ég þurfa að áorka fleiru og lendi aðeins fleira ævintýrum áður en að ég fer út í barnastúr, sko. Já. En hún Salka hefur rosalega gaman að unga börnum. Já. Hún verður öll, sko, uppveðruð og þegar þeir byrja að gráta, þá svona einhvern veginn hrópar hún upp yfir sig og springur hún hlátri og ég myndi aldrei hleypinni nálægt þeim. Nei. Hún var alveg víst til þess að býta þá bara til að þeir færa að gráta aftur, en ég finnst svo gaman að hlusta á það að gráta. Já, en já, þannig að þú ert ekki að leifa henni að komast alveg að þérna. Nei, henni væri ekki treystandi. Henni finnst óbúslega gaman að láta skamma sig og henni finnst gaman að hlusta á börn gráta og ég myndi alveg trú henni til eiginlega hvers sem sko til að ná því fram. Nú er nefnilega farin að tala svolítið mikið. Já. Því spurningum að færum hlónum að hann aðeins að henni, svo tekur þið hinn. Svo getur svona aðeins aðtóða hvort hlustendur fá ekki að heyra. Já, hún söng nú svolítið með á hann. Jú, hún söng með á... Þú var hljóðanum minn minna á henni. Enda sko, eigandinn hennar tónlistamæður. Já. Og ég var svo ánægð þegar ég kom heim til þeirra vegna þess að þetta bara alveg akkúrat heimilishaldið fyrir svona fugl, sko. Já. Óbúslega lifandi og skemmtilegt og skemmtilegt fólk, sko. Átt þú sem þetta ekki emblu? Ég á ekki emblu, nei. Ég fekk bara emblu lánaða, sko. Já. Bara sérstaklega fyrir okkur hérna því ég svo mikill afhengningagrei unnandi. Já, og það voru líka mestar líkurnar á að hún myndi spjalla því að þið eru ekki nógu sætir fyrir hana Sölku, sko. Já. Salka vill nefnilega helst bara konur. Já. Og Salka hún er mjög svona, þú veist, þegar ég farið með hana í viðtöl eða svoleiðis, að þá er hún bara að skoða, þú veist, hún er bara að fylgjast með og skoða í kringum sig og svoleiðis, þannig að þá voru óbúslega litla líkur á að það kæmi eitthvað upp úr henni, sko. Já. Þannig að það voru meiri líkur með þessa blaðurskjóði hérna. En hana er farið að vanta smá félagskap. Ég nefnilega þóttist vita, Embla er sem sagt núna og borðið svolítið frá okkur og ég vissi að ef hún væri ekki miðpunktur athyglinnar að þá færi að heyrast meira í henni, sko. Já. Þetta er eins og krakki, sko. Já. Þú setur út í hotna og endanum fer hann ekki að háfa. Einmitt. Já. En hún er búin að vera með mér á skrifstofinni, hún var með mér í vinnunni fyrir hádegi og þegar hún var inn í eldhúsi að þá spjallaði hún og fleitaði fyrir okkur og svo fekk hún að koma fram og
þá bara gáði við henni penna og hún var að dunda sér með pennan og daðraði svo við heimi tölvukall. Já. Og fannst gaman að standa á lyklaborðinu á tölvuna og kúka á tölvutöskuna hans og svona og hann kunni bara vel við félagskapin sem betur fyrr. Já. Hún var nú enda að kúka á plakat af einhverju manni hérna. Já. Sem ég ætla ekki að nefna. Nei, hún bara gefið skítið hérna. Já. Ég veit ekki, þú ert með diskana með þér. Já, mér svolítið skemmtilegt út af því að við fórum aðeins inn á hver munurinn á African Grey og Amazon fuglum. Já. Og hvað African Grey íhugulli fugl og þar af leiðandi hann að taka betur eftir. Já. Og hann lærir hlutinu svolítið nákvæmlega. Já. Á meðan Amazon fuglarnir eru meiri fjastafuglar eins og ég sagði áðan. Þeir eru bara og svona. Já. Og þeir eru ekki að læra svo nákvæmlega. Þeir eru meira fyrir svona tilþrif og svoleiðis. Þannig að það er fæll það sem Embla að spjalla, Embla African Grey og svo Salka Amazon og hún er bara bladra og bulla. Og þetta er svona bullíska, þetta er bara eins og tungumáli kemur henni fyrir sjónir. Hún hefur engan tíma til þess að læra þetta nákvæmlega, hann vantar að blæðri núna. Já. Þannig að það sjáu þið svolítið munin á hvernig þeir koma hlutunum frá sér. Já, hlusta kannski aðeins á bæði. Já, hann segir hún eitthvað. Já, hlusta kannski bæði á Emblu og Sölku. Já, endilega. Það bara nú er lítil tíma eftir, en við bara getum svona aðeins drepið niður í báðu. Þannig að hér er smá upptaka af henni Emblu, byrjum kannski að henni, það er fuglinn sem er hinn í stúdíóinu, en þú ert með smá upptöku á henni þar sem hún var að bladra. Svona aðeins segir það. Já, heyrðu það að sé henni Emblu, það er nú African Grey fuglinn sem er hérna stattur hjá okkur og hún var þarna með smá spjall og þú varst með hérna líka það sem að Salka hinn fuglinn sem er Amazon fugl er að bladra, þannig að kannski sniðut við heyrum aðeins í því líka. Já, þetta var ekki lítill krakki að bylla, heldur þetta var páfagaukur. Þetta var páfagaukur. Það heyrist svona smá óljóst hvað þetta gera og svona, en hún er ekkert að pússa þetta eða neitt, sko. Já, menn, ég var einmitt tók eftir þegar ég sá fyrst myndbandið með en Emblu sem var á youtube.com. Þá tók ég einmitt eftir því hvað hún talar skýrt. Já. Sem tala óbúslega skýrt. Já, mér finnst hún nefnilega alveg afgerandi með það. Hún er mjög skýrmælt og snögg að læra og það er að gera fyrir eigendurna einmitt að nýta sér það. Já. Þannig að það er mjög gaman. Og hún kann nöfnin á öllum eigendurna sínum. Bjössi, Ragna, Siggi, maður séð viðbrögð fuglinum þegar hún segir þetta. Já. Þekki nöfnin. Sjáaldrin dragast saman, hún yfir fjaðrirnar í andlitinu. Þetta er einmitt hlutir sem við förum út í ráðgjöfum að kenna fólki að lesa. Því að allir páfagaukar kunna að tala. Það er svo mikið af fólki sem fær sér páfagauka bara til að heyra það tala. Ég segi allir fuglar tala, þó að þeir tala kannski ekki íslensku. Já. Því að þeir tala með líkamannum og augunum og hljóðunum og svoleiðis, þó að það sé ekki endilega okkar eigið tungumál. Já. Þannig. En hérna, langar nú bara að segja stutt frá því að tengdapabbi litsustu minnar út í Austurríki. Hann átti svona African Grey. Já. Og þurfti að borga einhvern 100-200.000 kall fyrir hann og temja hann og ég veit ekki hvað. Svo einn daginn þá opnaði hann búrið sitt og fór aðeins út að spásera. Þessi fuglinn sjálfur opnaði búrið. Já, fuglinn sem sagt, hann tókst það og var aðeins of gáfaðar fyrir eigin heilli af því að husky-hundurinn þeirra kom og ætlaði aðeins að leika við hann og taka hann aðeins í munnin og steindrapa hann og kramdi hann. Ríkar. Ég veit það. Hæ?
200.000 krónur bara sko í vaskinn og öll temningin og allt þetta. Já, bara litla sálinn sem var bara aðeins að flakka og skoða sig Já. Svo náttúrulega kannski fólk sem að íhuga líka svona Afrikan grey kaupa, það veit kannski ekki allir af gæludýra tryggingunni sem að hægt að kaupa fyrir fuglana líka. Já. En þú ert svona runnu bara ef hann deyr, þá bara en veistu, svo veit ég líka fólk sem að kýs frekar að hafa það á góðu fóðri heldur en að tryggja það. Já. Því að það er náttúrulega alveg stór kapitúli sem að við fórum ekki einu sinni út í, sko. Já, nákvæmlega. Tíminn nú er alveg að búin og bara 1,5 mínúta bara eftir í fréttir. Já. En það er nú bara virkilega gaman að skoða hana Emblu og og henni farið að líða mjög vel, hún er að snirta sig. Já.